Hvað þetta að raða hlutum upp á marga mismunandi vegu? Hérna erum við með 4 bræður. Brján, Beinteinn, Benjamín og Bergsveinn. Þeirra keppilaupi, hvernig gætu þeir raðast upp í sæti? Jú, Brján getur unnið, Beinteinn unnið, Benjamín unnið og Bergsveinn, en hvað með hina? Hvernig raðast þeir í sæti? Jú, ef að við hugsum þetta aðeins, þá eru Brján getur lent í fyrsta, öðru, þriðja, fjórða, það ekki. Það eru 4 möguleg sæti fyrir hann. En ef að Brján er komin í sæti, þá er ekki nema 3 sæti eftir fyrir Beinteinn, 2 fyrir Benjamín og 1 fyrir Bergsveinn. Hvað erum við í raun að gera? 4 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 1. 12 sinnum 2, þetta eru 24 möguleikar. Er til eitthvað stærðfræðitákn fyrir þetta? Hér eru 4 að keppa og ég gæti teiknað upp alla möguleikana, ég nenni því ekki, það er svolítið mikið. Við notum stærðfræðitákn fyrir þetta sem heitir 4 hrópmört. 4 hrópmört þýðir að skrifa töluna sem er hérna og svo sinnum einu minna og alveg niðri. Við erum rosalega fljót að fara upp í stórar tölur. Bara til dæmis 5 hrópmört, ef ég myndi gera það hérna, 5 hrópmört, það er 5 sinnum 4 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 1. Hérna er 20 sinnum 6 sinnum 1, þetta er 120. Séðu hvað þetta stækkar hratt. 8 hrópmört er 40.320. 9 hrópmört er 362.880. Þetta er rosalega fljótt að hækka. Oft er þetta táknað, þetta er komið svolítið út allt hjá mér, sem n hrópmört. N, lítið n, stendur í stærðfræði almennt fyrir fjölda, staka, fjölda, talna, fjölda á því sem við erum með. Hér voru bræðurnir 4, þess vegna er þetta 4 hrópmört. Ef ég hefði verið með 5 bræður, þá hefði ég reiknað 5 hrópmört og svo framvegis. Við getum líka verið með x hrópmört og hrópmörtmerkið er á vasareikninum. Þurfið aðeins að leita hvar það er, en þá sláið inn töluna hrópmört sama sem og þá fáið þið svar. Ég sló þetta bara inn í vasareikning, ég var ekki að reikna þetta í höndunum.